Þriðjung loðnukvótans að finna í Vestmannaeyjum og því vegur loðnuveiðibannið þungt í rekstri sjávarútvegsfyrirtækja í bænum. Hljóðið í útgerðarmönnum þungt, enda talið að tekjutap útgerða í Vestmannaeyjum á þessu kvótaári geti orðið rúmar 6 milljarða króna, bæði vegna loðnuveiðibannsins og niðurskurðar í þorskkvóta. Þetta hefur gríðarlega þýðingu hérna í Vestmannaeyjum, ekki bara fyrir útgerðarmenn, þetta fyrir samfélagið í heild sinni. Það má ekki gleyma því að vestmanneskar útgerðir eru með þriðjung loðnukvótans en reyndar talsvert minna af þorskkvótanum. En ég er nú ekki nákvæmar tölur í kollinum yfir áhrifin, en ég get bara sagt að af loðnu niðurskurðinum, eða ef af verður, þá er þetta líklega svona að það vil 1 milljarður í launatekjum sem hverfur út úr þessu samfélagi þar sem 4.000 manns búa. Loðnubátarnir hafa verið að tínast inn til heimahafnar einn af öðrum hér í Vestmannaeyjum í dag, en sjómenn eru afar óhressir með loðnuveiðibannið. Þeir segjast vilja veiða þann kvóta sem búið var að gefa út. Einn þeirra báta sem lögðust að bryggju nú undir kvöld var Sighvatur Bjarnason Vaffe með 450 tonn af loðnu sem fékkst í einu kasti. Jón Eyfjörð skipstjóri borð, en hann hefur stundað loðnuveiðar í meira en 30 ár. Og ég held að byrjunarkvótinn það lágur að það væri engin skaði skeður þó að við fengjum að veiða hann eins og hann var gefin út í byrjun. Nú við getum þá sest niður eftir að búið að veiða það og skoða máli. Ég er alveg samferður það að það veldur ekki tjóni, að það er það mikið af loðnu þó við klárum þennan byrjunarkvóta.